Já, hérna þið með þá skematísku myndina af þessari tengingu í 3C. Það fara sérstaklega í 3C seinni hlutan þá, því að við tengdum upp þetta í síðasta tíma. Og þeir sem mistu af því fara þá að bera þá upptöku til að tengja þetta upp í FreeSync. Og hérna sem sagt N-channel, sviðsáhrifatransistor sem sagt, MOSFET, eða, já, þetta sé ekki kallað FET bara, Field Effect Transistor. Og þá að útbúa sem sagt skematísku myndina. Síðan varðandi kóðan, að þá hér skilgreiningar á hvaða pinni, skilgreining integer eða int analog pin í A0. Hérna fáum við sem sagt inn mælinguna frá ósk-gildinu og hér erum við að skilgreina líka minshól fyrir sensor value. Setjum það 0 á það, output value á 0 og síðan höfum við hérna transistor pin númer 3. Svo kemur hérna setup. Eftir að við erum búin að skilgreina pinna. Þá serial samskipti hérna og þá höldum við þar áfram. Og til þess að fá, já, þetta hefur verið að skilgreina hraðan á samskiptunum og USB samskiptunum við borðið. Og við segjum að hérna pinni 8, hann útgangur, pinni 9 útgangur og svo hérna gefum við sem sagt transistor pin. Þetta var hann skilgreindur hér, já, hann skilgreindur hér, transistor pin 3, hann var gefið nafn hérna, en hann skilgreindur hérna sem output. Hérna loksins hann skilgreindur sem output, pin mode sem sagt. Og síðan kemur þessi lúppa sem keyrð alveg hring eftir hring, endalaust. Þá það þetta eiginlega forrit sem lesið og brugðist við breytingum. Þannig að hérna lesum við sem sagt á analog pinnan sem að skilgreindur hérna, analog pin. Hann tengdur sem sagt inn á A0 frá stillimótstöðinni. Sjáum hérna, hér A0 frá stillimótstöðinni, þar sem við óskum eftir mismunandi hraða á mótornum. Á þessum mótor hérna. Og minniði til hvers díóðan var hérna. Þetta svona straumskipti díóða, kölluð. Flyback díóða, three-wheel díóða á ensku. Þetta til þess að spanpúlsarnir frá mótornum, þeir eyðast hérna í sjálfu mótor þessar rás gegnum díóðana. Það myndast plús hérna neðanverðu, af því að mótorinn að viðhalda straumnum. Hann á að fá plús hérna ofanverðu, en hann myndar sjálfur þegar hann verður að spólan í honum, eða spólutar í honum, mynda hérna plús hann neðanverðu. Og þessi plús, hann skilgreind straumur fer í gegnum díóðana og fer þennan hring hérna. Eyðist sjálft spanið í mótornum, það bara fer í það að viðhalda straumnum í þessari rás. Þannig að það skemmir ekki til dæmis transistorinn. Kemur ekki plúspúlsinn, hann fer ekki hérna inn á transistorinu. Og transistorinn ekki í hættu á meðan þessi díóð í lagi og vinnur sitt verk að eyða spannpúlsunum frá mótornum. En ok,
þetta svona mikilvægt að hafa í huga, að ekki gleyma svona, til dæmis við spólur, að setja svona straumskiptidíóður til að verja transistora og slíkt. Og hérna þá er sett inn sem sagt, hér verið að breyta sviðum sem sagt, kallað mappskipun sem sagt, og í rauninni þá erum við með, við getum hugsað okkur, það er mismunandi bitafjöldi sem í gangi og hérna til dæmis tala sem er 1023 sem er allt önnur heldur en til dæmis upp í 250, 0 til 1023 er annað heldur en frá 0 til 255, þannig að þarna er að vera að breyta skala. Og það er þetta sensor value, það fer frá einhverjum skala og væntanlega hérna niður. Ég er ekki alveg viss hvora áttina þetta fer. Ég held að þetta sé að hérna minnka upplausnina frekar heldur en hitt. En allavega ég þarf þá að leiðrétta það seinna ef þetta villist hjá mér. En síðan hérna analog bright, transistor pin, þá er það sensor value, það er þá það sem er notað, það hugtak og það minnishólf sem er notað fyrir mælinguna eða óskildi má segja. Og ef að það er stærra í eftir 160 og þá kveikjum við á pinna 8 en slökkum á pinna 9. Það er því að high á pinna 8, digital write, það skrifar út á pinna 8, high, og skrifar láttgildi út á pinna 9. Annars er það öfugt að pinni 9 er hár og pinni 8 er lágur. Og síðan kemur bara til þess að þetta gangi ekki alltaf hratt, þá er sett delay á þetta. Og já, þetta er alltaf sunt, þetta er rásinn. En það er sem sagt, síðan sko þannig að þetta skipti þá yfir hvort að ljóstíðan sko rauða eða græna lýsir. Ef að hraðinn er undir einhver ákveðnu marki, kannski undir þetta 160 eitthvað gildi, það er á bilinu 160 upp í 255, get ég trúið, að þá er það grænt upp að 160 og síðan skiptir það yfir þannig að kviknar í staðinn fyrir grænljósið, það kviknar á rauðljósstíðunni þegar hraðinn fer upp fyrir það á mótornum. Og þannig að það er það sem þessi lykkja er að gera hér, eða þessi hluti af kóðanum. Þannig að nú er bara að það sem við getum gert, það er rauninni bara að taka þennan kóða, setja hann inn í Arduino IDE forritið og senda hann út á bretti og prófa hann. Allavega þá ætla ég að fara í spurningarnar. Það er næsta mál. Hvaða 4 heiti eru skilgreind í byrjun með INT? Það er sem sagt alveg í upphafinu, það var analog pin A0, þetta var inngangur analog 0. Hann kemur frá stillimótstöðinni, það er óskildið hraðan. Og síðan hérna er sensor value, það er þetta heiti á óskildi, sensor value, það er 0 þá, sett 0 í minnishólfið, og síðan integer output value, það er heiti á stýristærðinni, það er sem sagt output value og það er 0. En hraðastýringin fer fram í rauninni með PWM sem er Pulse Width Modulation aðferð. Þannig að við getum jafnvel sett sveiflusjá til að skoða þetta. En
Það spurning hvort það væri hægt að gera þetta einhvern tímann á upptöku í multisim. Það möguleiki því að það rauninni það duty cycle sem að breytast með þessi PFM aðferð sem við erum bara með á merki á einum pinna. Það hraðastýringin fer þannig fram. Þannig í rauninni hægt að breyta merkin út frá núllgildi og upp í fullgildi eftir því hversu mikil hluti af tímabilinu að spennan í lággildi á mót tíman sem að púlsinn í hágildi af allum tímanum og síðan ef mótorinn keyra fullt þá hann að allan tíman með hágildi. Og síðan spurt hvað inngangur, pinni 3, það nafnið transistorpinn, því þetta til þess að senda út PFM-merkið, duty cycle merkið, út á gate á transistornum. Pinni 3. Ef við skoðum pinna 3, hvert hann? Pinni 3, hann kemur PWM, Pulse Width Modulation. Hann kemur inn á gateið. Inn á gateið á FET transistornum. Og kemur tíðni, hátíðni. Við heyrum suð eða tónin sem kemur Það kemur fram í spólunum. Við heyrum bara sound í mótornum. Og það þetta merki. Síðan þá svörum við þessum frekar þau eru allir með þetta verkefni í gangi og þá spurt hvaða inngangur, hvaða númer notað fyrir stillivíðanum. Það A0, analóg 0, sem hliðrænn inngangur 0 fyrir spennu Þetta spenna á bilinu 0 til 5 volt sem kemur inn. Og hvaða nafn fær inngangurinn? Hann fær analóg IN-pinn, inngangspinni. Hvernig eru útgangarskilgreinir? Að pinn mót 8, það rauð ljósdíóða og við sjáum það í kóðanum að ef þetta er meira en 160, þá fer 8 á hæ, þá fer rauðljósdíóðan í gang og kemur rauðljósdíóðin á. Þannig að rauðljósdíóðan kemur inn þegar snúningshraðinn komin upp fyrir ákveðið mark og hins vegar grænljósdíóðan, hinn fyrir lægri snúningshraða, það tengjan á pinna 9 og síðan kemur útgangur transistorpinn, það það sem gefur okkur PFM-merkið út á gate á transistornum. Pinn númer 3, integer transistorpinn 3 og pinni 3 fær nafnið transistorpinn. Og síðan hvaða pinnanúmer eru útgangar, það pinni 3, pinni 8 og 9. Hvaða skipun skalar svo merkið frá stillimótstöðinni fyrir útganginn? Og þetta skölun vegna þess að stillimótstaðan gefur inn spennu sem breytist í tölugildi. Það gert með aðferð sem kölluð analóg yfir í digital, AD converter. Það skammstafað ADC, analóg digital converter. Og það þá merki sem frá 0 til 1023 sem við fáum inn í töluna, það komið inn í töluna, búið að breytist yfir í tölugildi. Þannig að 5 voltin samsvarar þá 1023. Það breytist það yfir í gildi fyrir PFM stýringuna, merkið út, frá 0 til 255. Það rauninni 8 bita merki. Síðan í G. Hvernig það að breyta kóðanum til þess að rauða ljósið komi inn við tölugildi 200 í sensor value?
og þá er bara hægt að breyta því if sensor value er meira eða jafnt og 200 í staðinn fyrir þarna 160. Er þetta ekki síðasta spurningin í verkefninu þá? Ok. Hvað segirðu? Já, nú ætla ég að hingra. Og ég held að ég sé þá í rauninni bara búinn að fara í það efni sem ég ætla kannski að setja mótorinn í gang. Það er það eina sem ég get gert til þess að setja verkefnina. Og hérna er ég að koma með mótorinn og eina sem við heyrum hérna er, ég höfum enga aðra kameru. Strákar, heyrið þetta suð eða þennan tón í Sverrir, heyrið þennan tón í gegnum Teams? Já, ég er eitthvað suð. Já, síðan fer mótorinn í gang. Nei, hann er ekki farin í gang. Núna er hann farin í gang, mótorinn. Og heyrið það hvernig það breytist. Já, ég er það. Og grænljóstíðin er ennþá. Þetta er svo lægri hraði ennþá. Ég veit ekki alveg hvaða hraði, ég gæti kannski, ég er ekki viss að það hafi verið búið að forrita það inn að sýna það á skjá. Að senda sensor value inn á serial monitorinn. Og nú er ég komin yfir í rautt ljós þegar ég komið upp fyrir ákveðið mark. Það er ekki fyrir nú er rauða ljósið ennþá og núna skiptir það yfir í grænum. Já. Þannig að þetta, svo bara þarf ég að setja myndir að þessu einhvers staðar inn. Þannig að þeir sem eru heima, þið náttúrulega, já, ég þarf bara að koma myndum til skila að þessu. En ég held ég taki þá bara slökkva á upptökunni. Svo hún er Það bara að setja þetta allt í hana Word-skjal og skila því, ja. Já, þú sér það, þessi svör hérna við spurningunum, klára það. Og já, þú varst náttúrulega með kóðan og svo sjáum við náttúrulega að það er heimildir hérna og notkun og int hérna, eitthvað fleira. Þannig að, já, setja þetta bara allt inn í þetta Word-skjal og skila því á innuna. Og síðan, Sverrir, ef þú nærð að koma einhvern tímann í skólan, að þá getur við bara prófað alla þessar 3 útfærslur sem við höfum farið í gegnum. Ok, viltu fá kóðan líka í Arduino? Kóðinn, hann er bara hérna. Hann er í verkefninu. Þú þarft ekki að gera neitt við hann. Þú mátt breyta honum kannski í þarna 3B, til dæmis texta sem að kemur fram á skjáinn. Það má breyta því. En annars breyti því. Og svo bara reyna að setja fritzing-teikninguna hérna inn á sama skjalið. Ok. Flottir. Takk fyrir þetta og þá stöðum við bara upptökuna núna.